Ágætu félagar, slagur dagsins samfélag fyrir alla. Þess vegna eðlilegt að velta upp nokkrum spurningum varða jafnastöðu fólks til þátttöku í þjóðfélaginu á sínum forsendum. Hvernig þjóðfélag viljum við byggja upp á Íslandi? Viljum við samfélag þar sem sérgæskan ríður ekki við einteyming eða viljum við samfélag þar sem jöfnuður ríkir og almenn velferð? Þar sem fjölskyldan sett í fyrirrúm og þar sem verkafólk, öryrkjar og aldraðir geta notið lífsins til jafns við aðra. Það full ástæða til að spyrja sig þessara spurninga þar sem samfélag hefur verið að þróast burt frá þjóðfélagi samhjálpar yfir í þjóðfélag sérgæskunnar og græðginnar. Þar bera stjórnvöld mikla ábyrgð þar sem Alþingi Íslendinga setur lög og reglur á hverjum tíma sem þegnum landsins ætlað að virða og fara eftir. Batamerki eftir hrunið eru því miður ekki sjáanleg, sama siðleysi við lýði, samanber nýleg skýrsla sparisjóðina og þá högtir úrræðalaus ríkisstjórn á leiksviði Alþingis sem virðist áhugasamur að auka ójöfnuðinn í landinu í stað þess að sporna gegn honum. Þar ég sérstaklega að horfa til skattkerfisbreytinga sem gerðar voru samhliða síðustu kjarasamninga í desember, þar sem láglaunafólki var skilið eftir. Þá hefur ríkisstjórnin ekki staðið að afgreiða frumvarp fjármálaráðherra gjaldskrárlækkanir sem fela meðal annars í sér lækkun á bensín- og olíugjaldi. Lækkunin var liður í að liðka fyrir gerð kjarasamninga og stuðla stöðugu verðlagi. Hins vegar vafðist ekki fyrir ríkisstjórninni að fella niður auðlegðarskattinn og skatt á ferðaþjónustuna. Frekari skattalækkanir eru boðaðar, það að tekið verði upp eitt skattþrep á kjörtímabilinu sem gagnast sérstaklega þeim tekjuhærri. Verkalýðshreyfingin hefur hér mikilvægu hlutverki að gegna, það er varðstaða velferðina fyrir alla, ekki fáa útvalda. Félagar, það verður ekki annað sagt en að veturinn hafi verið stormasamur þegar horft til þeirrar umræðu sem verið hefur kjaramál. Starfsgreinasamband Íslands blés í herlúðra á þingi sambandsins í október. Þingi fordæmdi tillögur ríkisstjórnarinnar breytingar á skattkerfinu þar sem þær næðu ekki til þeirra tekjulægstu. Láglaunastefna var gagnrýnd harðlega og þá var ályktað að barist yrði alefli fyrir því að lagfæra kjör verkafólks svo munaði í komandi kjarasamningum. Já, menn börðu sér á brjóst, það var mikill baráttuandi á þinginu og menn samþykktu metnaðarfulla kröfugerð. Því miður guggnuðu menn á því að fylgja henni eftir. Starfsgreinasambandið og önnur aðildarsambönd Alþýðusambands Íslands skrifuðu undir nýjan kjarasamning 21. desember 2013. Aðeins lengur síðan. Formaður Framsýnar skrifaði ekki undir samninginn ásamt 4 öðrum formönnum. Kjarasamningurinn hljóðaði upp á 2,8% almenna launahækkun sem var langt undir markmiðum sambandsins. Þá náðu boðaðar skattalækkanir stjórnvalda ekki til þeirra lægst launuðu heldur. Eftir undirskriftina og vöffluátíð mikla í Karphúsinu byrjuðu hörð skoðanaskipti kjarasamninginn. Formennirnir sem neituðu að skrifa undir samninginn voru kallaðir lýðskrumarar af elítu ASÍ. Áróðurinn hélt áfram og talsmenn samningsins voru fljótir að setja niðurstöðuna upp í Excel-skjal. Þeir sögðu aðeins 5% félagsmanna innan Alþýðusambandsins vera óánægða með samninginn, framhaldið þekkja menn kjarasamningur var víðast hvar kolfelldur. Niðurstaðan olli miklum vonbrigðum hjá þeim formönnum sem höfðu mælt með samþykkt samningsins þrátt fyrir magurt innihald hans. Reiðinni var ekki síst beint að þeim formönnum sem mæltu gegn samþykkt samningsins, sérstaklega formönnum Framsýnar og Verkalýðsfélags Akraness. Þeim var jafnframt meinað að taka þátt í bandalagi annarra félaga innan Starfsgreinasambandsins sem felldu samningana við gerð af nýjum samningi. Eftir stuttar viðræður var skrifað undir sáttatillögu ríkissáttasemjara 21. febrúar 2014 sem samþykkt var í atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna Alþýðusambands Íslands, þó með einni undantekningu. Sáttatillaga ríkissáttasemjara fól í sér hækkanir umfram samninginn sem var felldur. Það ber sérstaklega að þakka þeim formönnum sem stóðu uppréttir og neituðu að skrifa undir kjarasamninginn í desember að þessi árangur náðist. Þessi atburðarás margt mjög merkileg og fer væntanlega í sögu bækurnar. Ekki síst vakti athygli hvað var harðvítug og þá blönduðu þjóðþekktir menn, ekki síst úr fræðasamfélaginu, sér inn í umræðuna og gagnrýndu samninginn. Á móti skrifuðu ritstjórar Morgunblaðsins og Fréttablaðsins leiðara gegn hækkun lægstu launa til verkafólks. Það var ekkert að sækja. Þannig tóku þeir undir skoðanir forystu Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins sem töluðu mjög fyrir samþykkt samningsins.
Það gerðu reyndar nokkrir ráðherrar líka. Þessir aðilar töldu 2,8% launahækkun til verkafólks og fiskvinnslufólks vera ríflega þrátt fyrir methagnað í sjávarútvegi og öðrum atvinnugreinum á liðnum árum. Það sama ekki ríkissjóð sem stendur höllum fæti. Í ljósi þessara staðreynda nokkuð merkilegt að lesa nýlega forystugrein í Fréttablaðinu þar sem talaði fyrir hækkun til framhaldsskólakennara upp á 29% sem greiða úr tómum ríkiskassa. Sömu aðilar skrifa að ekkert sé að sækja til fyrirtækja sem skila árlega milljörðum í hagnað. Greinilegt að ákveðin öfl í þjóðfélaginu vilja viðhalda fátækt í landinu með lélugum launum og við því þarf að sporna. Ég virði mjög kjarabaráttu kennara sem sóttu fram kjarabætur með verkföllum og sterkri forystu. Ég vildi óska þess að Alþýðusambandið hefði jafn sterka sveit samningamanna og kennara. Þá væri laun verkafólks ekki 200.000 krónur á mánuði og það væri heldur ekki til umræðu frumvarp á Alþingi að setja lög lágmarkslaun á Íslandi. Það verður einnig forvitnilegt að fylgjast með kjarabaráttu annarra stétta á næstu vikum og mánuðum. Stétta sem hafa hafnað 2,8% launahækkun ASÍ og SA og boða verkföll til að knýja á leiðréttingu á sínum kjörum. Það ófriður í kortunum. Ég vil senda sterk skilaboð út í samfélagið. Það þarf ekki að vefjast fyrir forystumönnum Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins að forsendur kjarasamningsins frá 21. desember 2013 séu brostnar. Hættið að halda öðru fram og takist á við veruleikann. Ágæta samkoma. Það alveg ljóst að traust þarf að ríkja meðal launþega og atvinnurekenda heildstæða launastefnu á jafnréttisgrundvelli. Þá traust milli verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda og stjórnvalda stöðugleika í þjóðfélaginu forsenda árangurs. Stöðugleiki í raun besta kjarabótin og uppskriftin að jöfnuði í þjóðfélaginu. Þetta raun mín framtíðarsýn. Því miður fyrir íslenska þjóð hefur ekki tekist að varða þessa leið, ekki vegna þess að verkafólk hafi ekki sýnt ábyrgð í gegnum tíðina þegar komið hefur að kjarasamningagerð. Ábyrgðarleysi annars staðar. Verkalýðshreyfingin þarf einnig að átta sig á því að traust þarf að ríkja milli félagsmanna og þeirra sem veljast til forystu á hverjum tíma. Þess vegna á forystan að standa við gefnar yfirlýsingar sem hún hefur viðhaft ójöfnuð, óréttlæti og gegndarlausar hækkanir til ákveðinna hópa í þjóðfélaginu á síðustu misserum og krefjast þess sama fyrir sína umbjóðendur. Að öðrum kosti menn ekki að vinna sína. Við slíkar aðstæður tel ég rétt að skipta nýju liðum á völlinn til að hreinsa til og sækja fram á nýjan leik með fersku og ungu blóði. Ágætu félagar og samstarfsfólk, það mörg tímamótin sem við göngum í gegnum. Þessar mundir fagnar sá sem hér stendur 20 ára starfsafmæli sem formaður í stéttarfélagi, en ég var fyrst kjörinn formaður Verkalýðsfélags Húsavíkur árið 1994 eftir að hafa starfað í 2 ár á skrifstofu stéttarfélaganna. Því miður ber skugga á þetta starfsafmæli þar sem Vísir HF hefur ákveðið að hætta fiskvinnslu á Húsavík frá deginum í dag 1. maí. Við það missum 60 starfsmenn vinnuna sem hreint út sagt ömurlegt, svo ekki sem meira sagt og efni í langa, ljóta ræðu. Ég hef áður spurt út í samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í sjávarútvegi sem ráða yfir kvótanum sameign þjóðarinnar. Ég kalli eftir breytingum á kvótakerfinu sem komi í veg fyrir svona gjörning. Þetta á ekki að viðgangast. Framsýn hefur þegar ráðið lögfræðinga til að skoða réttarstöðu starfsmanna Vísis við þessi starfslok sem félagið telur bæði ámælisverð og eins ólögleg. En eins og ég nefndi hef ég gegnt formennsku í 20 ár. Aðkoma mín að verkalýðsmálum á sér þó mun lengri sögu en ég var kjörinn til trúnaðarstarfa fyrir Verkalýðsfélag Húsavíkur 7. nóvember 1981, þá sem trúnaðarmaður starfsmanna hjá Fiskvinnslusamlagi Húsavíkur, þar að segja í aðgerðinni. Þessi góði tími mótaði mig til lífstíðar. Fiskvinnslusamlagi var stór vinnustaður, þar var alltaf mjög góður starfsandi og þar voru allir jafnir, óháð aldri og starfsgetu sem vissulega var misjöfn. Þar höfðu menn einnig sterkar skoðanir á þjóðfélags- og verkalýðsmálum. Þau 20 ár sem ég hef gegnt formennsku í stéttarfélagi hefur verið mjög gefandi tími enda ákveðin forréttindi að hafa lifibraut af því að starfa við sitt áhugamál. Það verkalýðs- og velferðarmál. Vissulega er þetta ekki auðvelt starf og flesti vinnudagar eru langir og strangir. Það hefur komið sér vel að vera menntaður sálfræðingur, hagfræðingur og félagsfræðingur. Störfin eru það fjölbreytt og krefjandi.
En þetta mikil áskorun sem ég tilbúin að takast á við meðan heilsan leyfir, áhuginn til staðar og félagsmenn treysta mig til þess. Svo ekki sé talað alltaf frábæra fólk sem í trúnaðarstörfum fyrir félagið, það ómetanlegur fjársjóður. Eftirfarandi málsgrein má finna í blaðinu Verkamanninu frá árinu 1961 þegar málefni Verkamannafélags Húsavíkur voru til umfjöllunar. Félagið hefur jafnan haft að skipa hæfum og góðum mönnum til forystu starfa. Þeir hafa borið merki félagsins hátt en þó með gætni og því hefur vel farið tilvöldum líkum. Að mínu mati á þessi setning ekki síður við í dag. Það hvað varðar mitt samstarfsfólk þessi 20 ár sem ég hef verið formaður. Hins vegar læt ég öðrum eftir að dæma mín eigin verk. Starf stéttarfélaga hefur breyst verulega í gegnum áratíðina. Rauði þráðurinn þó sá sami og stofnað var til upphafi, það velferð félagsmanna. Í dag stöndum við ekki og bræðum mör til að selja félagsmönnum á hagstæðu verði eins og stjórnarmenn í Verkamannafélagi Húsavíkur gerðu árið 1915. Þá keypti félagið mör fyrir 200 krónur, bræddi hann og seldi félagsmönnum 12. Félagið útvegaði félagsmönnum einnig hey, skóleður, kartöflur, kol, smjörlíki og niðursona mjólk, svo eitthvað sé nefnt. Félagið réðst einnig í svarðartekju og skógarhögg til eldsneytis þegar erfiðast var eldsneytis útveganir fyrir félagsmenn Verkamannafélags Húsavíkur. Í dag eru þið ekki að takast á við þessi verkefni sem þessi eða önnur. Verkefnin eru til staðar en í öðru formi. Með árunum höfum við byggt upp öflugt starf sem byggir á sterkri liðsheild félagsmanna, aðgengi þeirra sterkum sjóðum í veikindum, orlofshúsum, starfsmenntasjóðum, verðlagseftirliti, samningagerð og almennri þjónustu svo sem lögfræði þjónustu. En kjarabóttinum að sækja víðar eins og dæmið sanna. Í gær gengum við til dæmis frá áframhaldandi samningi við flugfélagið Erni sérstök afsláttarkjör fyrir félagsmenn til 1. maí 2015. Í dag seljum við ekki tólg, í dag seljum við flugmiða. Samningurinn tryggir félagsmönnum áfram flugfargjöld fyrir kr. 7.500 á flugleiðinni Húsavík-Reykjavík með smá hækkun í næsta vetur. Full ástæða til að gleðjast yfir nýja samningnum. Frá því við fórum að selja flugmiðann í nóvember 2013 hefur við sparað félagsmönnum 7 milljónir króna sem góð kjarabót. Ég nefni þetta sem dæmi það sem við erum að fást við í daglegum störfum félagsmönnum til hagsbóta. Ég vil að lokum þakka fyrir þann tíma sem ég fengið að gegna formennsku í Framsýn áður Verkalýðsfélagi Húsavíkur. Félagið stendur sterkt og hefur alla burði til að vera áfram leiðandi afl í verkalýðsbaráttu á Íslandi. Hafi kærar þakkir fyrir. Takk.